Já, og hér það helsta í fréttum frá Suðurnesjum. Við hefjum fréttapakkan í Sandgerði. Þar hefur verið sannkölluð vertíðarstemning að undanförnu. Mikil þorskveiði og algjört ævintýri segja margir sjómenn sem eru örþreyttir eftir átökin við þann gula. Línubátarnir hafa verið að koma daglega að landi með fullfermi af fiski. Einn af þeim bátum sem fiskað hafa vel Óli Gíslagek á 112. Aflinn var að mestu sá guli en þorskur upp að 5 kílóum fór til vinnslu hjá Nýfiski í Sandgerði. Stærri þorskur og aðra tegundir fóru á fiskmarkað. Það hefur gefið vel til veiða síðustu daga, veður hefur verið stillt og horfur voru á að svo yrði alla þessa viku. Sjómenn sem Víkurfréttir ræddu við að bryggjunni í Sandgerði höfðu áhyggjur af því að þurfa að stöðva veiða þegar liði á vikuna vegna offramboðs á þorski til fiskvinnslu og að verðið væri að falla. Það verði til lítils að veiða úr dýrum kvóta og hafi ekkert upp úr veiðunum. Eyjólfur Þór Guðlaugsson hjá Reiknistofu Fiskmarkaða HF segir að meira hafi verið selt af þorski í ár en á sama tíma í fyrra, en meðalverðið hefur lækkað tæp 13%. Lækkun varð síðastliðið haust og hefur haldist síðan þá. Eyjólfur sagði hins vegar áhyggjur sjómanna verðfall óþarfar. Kaupendur séu oftast fljótir að bregðast við slíkri aukningu á markaði og bæta bara í. Ragnar Kristjánsson hjá Fiskmarkaði Suðurnesja á sömu nótum og Eyjólfur. Hann segir helsta vandamálið í dag vera að þorskurinn sé of stór. Stærri þorskurinn, það yfir 5 og 7 kíló, sé að seljast á lægri verðum en smærri fiskurinn. Byggingafulltrúi Garðs hefur gefið út framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna í landi sveitarfélagsins Garðs. Standa fyrir dyrum framkvæmdir á vegum vegagerðarinnar lagfæringar og viðbætur á sjóvarnagarði í landinu eins og við sögðum frá í síðustu viku. Að ræða 3 svæði. Það fyrsta 300 metra kafli við Golfvöll í Leiru þar sem framlengd verður eldri sjóvörn. Myndirnar sem lifa með þessari frétt voru einmitt teknar nú í vikunni þegar framkvæmdir við garðana voru undirbúnar við Hólmsvöll í Leiru, nánar við 4. brautina. Ágangur sjávar hefur ógnað hluta Golfvallarins og þar hefur landbrot verið töluvert og sjór gengið á landi í verstu veðrum. Annað svæði þar sem sjóvarnir verða bættar við Lambastaðavör í útgarði, en þar á að laga 3 staði eða samtals 350 metra af grjótgörðum. Þriðja og síðasta svæði svo við Garðskaga Vita, en þar á að endurbyggja sjóvarnir á 85 metra kafla. Heilag kúnstir hópur barna frá 4. bekk sem hittist í bókasafni Reykjanesbæjar á mánudögum og miðvikudögum kl. 14:30 til 16. Nemendur fá ókeypis aðstoð við heimanám og skólaverkefni frá sjálfboðaliðum Rauða krossins. Nemendur og sjálfboðaliðar hittast á neðri hæð safnsins í vinnuherbergi sem nefnist Búrið. Afslappað andrúmsloft verður í forgrunni þar sem hver og einn hefur tækifæri til að vinna á eigin hraða. Verkefnið samstarfsverkefni bókasafns Reykjanesbæjar og Rauða krossins á Suðurnesjum og unnið að fyrirmynd Heilahristings sem heimanámsaðstoð á vegum Borgarbókasafnsins. Fjármögnun upp á 35 milljarða króna fyrir kísilverksmiðju Thorsil í Helguvík á lokastigi. Gert ráð fyrir að 350 til 400 manns starfi við byggingu verksmiðjunnar og 130 manns eftir að hún hefur framleiðslu sem ráðgert að verði vorið 2018. Thorsil hefur samið sölu á 85% af framleiðslunni til 10 ára. Grindavíkurbær vinnur hörðum höndum að því að koma til móts við þarfir foreldra ungra barna í bæjarfélaginu, enda hefur ánægja með þjónustu fyrir barnafjölskyldur mælst mikil í könnun Gallup. Það metnaður Grindavíkurbæjar að svo verði áfram, segir á vef bæjarfélagsins, en vöntun hefur verið á dagvistun fyrir ung börn í Grindavík undanfarið og nærri 50 foreldra skrifuðu bæjaryfirvöldum vegna þess. Með vaxandi fjölgun íbúa og barna í bæjarfélaginu gert ráð fyrir að endurmeta þurfi áætlanir byggingu leikskóla sem átti ekki að hefjast fyrr en árið 2020. Fjölgun gistinátta á Suðurnesjum var 175% á árunum 2008 til 2014. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Nordregio, landfræðistofnunar Norðurlanda, en þar metin samkeppnishæfni 74 sveitarfélaga og stjórnsýslusvæða á Norðurlöndum til að laða að sér fjármagn, störf og mannauð. Þegar samkeppnishæfni sveitarfélaga og stjórnsýslusvæða metin út frá áðurnefndum þáttum Suðurnesin í 18. sæti. Aðeins höfuðborgarsvæðið ofar Suðurnesjum af íslensku stjórnsýslusvæðunum. Þá komst Suðurnes á topp 5 lista yfir áhugaverð landsbyggða og heimskautasvæði.
Keflvíkingurinn Helgi Rafn Guðmundsson hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari í Taekwondo frá næstu mánaðamótum til haustsins 2016. Helgi flestum iðkendum Taekwondo að góðu kunnur og hefur hann árabil þjálfað Keflavík sem eitt sigursælasta félag íþróttarinnar. Hann hefur einnig séð þjálfun landsliðsfólks. Helgi sjálfur margfaldur meistari í íþróttinni. Knattspyrna stærsta íþróttagreinin á Suðurnesjum og nýlega var ungur kappi Stefán Ljubicic, 16 ára gamall, seldur til enska liðsins Brighton og H. Albion en liðið leikur í fyrstu deild, næst efstu deild Englands og sem stendur í 4. sæti. Stefán lék 3 leiki með Keflvíkingum í Pepsi-deildinni síðastliðið sumar og hann skoraði mark Íslands í leik U17 ára landsliðsins í tapi gegn Skotum í vikunni.